Já, nú ætlum við að ræða kvótann, sjávarútvegsstefnuna og sáttanemnd sem að Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra setti á og hefur skilað inn bráðabirgðatillögum og við höfum rætt hérna í nokkru viðtölum og viðmælendur mínir eru allir komnir hingað núna í kvöld. Það er Artúr Bogason sem er formaður Landssambands smábátaeigenda, Arnar Atlason, hann er fiskverkandi, Jón Kristjánsson, hann er fiskifræðingur og Sigurjón Þórðarsson er fyrirverandi alþingismaður Frjálslynda-flokksins sem er kannski eini flokkur sem er farið á þing út af kvótamálinu. Herðu, þið í viðtölunum við ykkur þá dróguðu fram svona ýmislegt sem að þið funduð að þessum tillögum og kannski sjávarútvegsstefnunni sem að er rekin og hefur verið rekin á tímum kvótakerfisins. Þannig að mér langar eiginlega að spurja út frá því og við má byrja þér Artúr, hvað viltu frekar? Heldur en núverandi stefnum minnur? Já, og þessar tillögur. Já, þú hefur ekki tíma til að hlusta á allt þetta, sko. Við verðum bara að vera að raunsægi með það, en ef ég fengi að ráða þessu í einn dag, þá þið tekið mark á mér, þá myndi ég opna miklu meira í þá átt að hvetja til notkunar umhverfisvænna veiðarfæra, handfæra og línuveiða. Ég myndi alveg hiklaust gefa handfæraveiða frjálsar. Ég þyrfti ekki að hugsa um eitt augnablik, hefur mér gefist tækifæri til þess. En ég er hins vegar ekki svo vitlaus að halda að þetta í framtíð fyrir sér svona á næstu árum eða jafnvel lengur. En af hverju heldur það vegna þess að það hefur komið fram í könnunum að stór hluti þjóðarinnar er andsnúið kvótakerfinu? Það er bara vegna þess að það er ekki hlustað á þessar kannanir. Og það er reyndar í þessum... Það er eitthvað aðrir en þjóðin sem að ræður. Já, það er náttúrulega búið liggja lengi fyrir. En sko, ég fagnaði reyndar mjög einni tillögu sem er þarna í þessum bæklingi sem að var prentaður þarna fyrir síðasta fund sem var haldinn. Og það er að ég að gera skoðanakönnun meðal þjóðarinnar. Og ég bara treysti á skynsemi þjóðarinnar í þetta skipti eins og hefur nú bara verið hægt að gera hingað til að sína bara andstöðu við þetta fyrirkomulag sem er. Þessi örfáu fyrirtæki sem að ráða orðið nánast öllu í sjávarútveginum, að þetta er óþolandi og það er bara skylda okkar sem fiskveiði þjóðar að hafa opin glugga þannig að hver sem er á Íslandi hann hafi tækifæri til þess að byrja í sjávarútvegi án þess að vera fæddur með heilt máastel í kjaftinum. Arnar, hvað mætti bjóða þér? Já, ég kannski byrja bara á því að taka undir þetta að ég held að verði seint ofveitur afli eða fiskistopp við Íslandsstrendur með handfæri eða línu. Þannig ég kannski byrja bara á því að taka undir þetta. En það er bara óþarfi að vera takmarkanir á því? Ég held allavega að það sé orðum aukið svo nálgun sem notuð hefur verið í gegnum tíðina þegar kemur að þeim veiðarfærum. Og ég held við sem situm hér við þetta borð, ef við ættum að verða sammála eitthvað, þá væri það sennilega það. En ég kannski kem aðeins úr annari átt heldur en þeir og ég myndi vilja nálgast viðfangsefnið út frá tveimur sjónarmiðum sem eru þá samkeppnissjónarmið og svo markaðssjónarmiðin. Og mér hefur fundist stórkostlega vanta bæði þessa vinnu sem við erum að fjalla hér að einhverju leyti núna að nálgast út frá samkeppnissjónarmiðinu. Við sjáum fyrir framan augun á okkur ágallana við þetta fákeppnisumhverfi sem við störfum í. Lóðrétt samþætting er ekki hún er ekki í umtali sem neikvætt fyrirbæri heldur nánast sem jákvætt fyrirbæri. Þó svo að samkeppnislög og umfjöllun samkeppnisumhverfi allstaðar í heiminum fjalli það sem mjög neikvætt. Og þá áttu við hvað að útgerðin eigi bátinn og vinnsluna og sölufyrirtækið og alla virðiskeðuna. Og veiðiheimildirnar og sko ítök í pólitíkinni. Það nú kannski svona það viðkvæmasta sem kemst sjaldnast upp á yfirborðið en gæti nú hugsanlega blasaða nokkuð sterklega við ef kafað væri dýpra og mætti til dæmis leiða líkum að því að það hefði verið ágætis skoðunarefni í þessum hóp sem við erum allavega við Artúr í. Og sko samþjöppunin blasir við. Það er nýbúið að gera 10 ára samning við aðildarfélög sjómannasambandsins eða sjómannafélögin.
Við höfum ítrekað bent á og samkeppniseftirlitið tók undir með okkur í áliti sem við ítrekað vísum til í okkar áliti en virðist öllum öðrum glemt en okkur að núverandi fyrirkomulag sem þetta á verðmyndun sjávarafla í þessum lóðrétt samþættu fyrirtækjum ólíðandi og óalandi og óferjandi. Þar sitja samkeppnisaðilar saman við borð og hafa bein áhrif á fiskverð til sjómannana. Ég fagna með sjómönnum að þeir skuli hafa náð kjarasamningum. Það hlýtur að vera einhverju leyti markmið hverra stéttar að hafa samning um launin sín og hafa ákveðna festu og svoleiðis. En í aðdraganda þessara kjarasamninga var mjög mikið upp á borðinu umtal fiskverðið. Ég get ekki betur séð en að niðurstaðan hafi verið svo að setja alla þá umræðu til hliðar. Þeir eru bara ekki, svo umræðu ekki hluti af þessum samningum. Hún ekki hluti. Og mér þykir það leiðilegt. Ég verð bara að segja það og mér finnst það enn og aftur vera birtingamynd þess að samkeppnis sjónamið þau bara eiga ekki på pallborðið í umræðum íslenska sjávarútveg en væru gríðarlega mikilvæga mínu viti til framsóknar og til þess að skila okkur sem Íslendingum meira í okkar vasa úr auðlindinni. Ég held að allra tap blasi við hagfræðingi sem að kafar vel ofan í kerfið eins og það er uppsett í dag. Ef ég ætla að labba með það sem þið segið á millikar að þá er handfara veiðar frjálsar og línuveiðar, allur fiskur á markað, klofið á milli útgerðar og vinnslu. Hvernig getum við orðað? Ég held að við verðum að einhverju leyti að treysta markaðnum. Við búum í samfélagi þar sem að, við getum ekki neita því að þetta er markaðshagkerfi eða hugsa sem markaðshagkerfi. Ég held samt að allar þvinganir eða slíkar nálganir séu ekki góðar. Þar af leiðandi hef ég ekki viljað segja allan fisk á fiskmarkað heldur allan fisk á markaðsverði. Að engin fiskur sem seldur á afstæðan. Vísa bara til svipaskerfið svo í Noregi þar sem að viðskipti í fjörðum þar sem kannski bara eitt skip og eitt frystihús taki mið af verðinu sem að mótast á mörkuðum. Já, í dag er þetta svo langt frá því að vera veruleikinn. Ég meina, meira að segja hafnagjöldin, þau eru skekkt með því hvaða fisk verði gefið upp í viðskiptum. Það er kannski landað einu þorski af trillu inn á fiskmarkað selt hæsta verði, öðrum þorski er landað inn í vinnslu sem að rekin á staðnum, fyrir þorskin greitt algjört hámars afsláttarverð eða helmingsvirði eða eitthvað slíkt. Hafnarsjóður, hann fær 2-falt meira úr bítum. Á trillukallinu. Og þetta speglast upp í gegnum allt kerfið. Ok, ekki allan fisk á markað en að fara að við förum að feta okkur að því að það sé markaðsverð á fiskinum. Má orða tillöguna þannig? Algjörlega. Okay. Og þú nefndir eitt annað, ekki hlaupa yfir það sem að skipta máli. Vinslu og útgerðar. Ég held að það sé algjörlega nöðsynlegt. Á einn hátt eða annan. Það er ekki hægt að segja að þær tillögur séu fullmótaðar en ég held að það gleymist að viðurkenna það sem neikvæðan áhrifavald í kerfin okkar. Það er þessar lóðréttu fiskvinnslur eða lóðrétt samþættu útgerðir og fiskvinnslur. Ég held að það sé stærsti gallin á kerfin okkar sem að verður til aukina samþjöppunar, aukina byggðaröskunar og svo fram eftir göttunum. Já, þarna var veiðimaður og maður í fiskvinnslunni. Þú ert fulltrúi fisksins. Hverju vilt þú breyta? Já. Kvótakerfi var sett á sín tíma til þess að stjórna fiskuðum og komið vekk fyrir ofveiði og það var búið að predika það hér í mörg ára að það væri verið að það voru svartar skýrslur og það hefur verið að klára á stofninu og svo framvegis og Steingrímur sagði það, ég man eftir því hann sagði það að fiskiskipaflotinn væri 68,5% á stór, eitthvað svoleiðis, það var einhver komutala og nákvæm vísiti. Já, en þegar ég fór að tala við Færeyingana þá sagði ráðherrann hann sagði ef að flotinn er stór og sóknun á mikið þá stjórnum við henni en við stjórnum ekki aflanum. Það er rangt að stjórna aflanum eða sóknun er mikil, þá stjórnum við henni. Sem er það svona dagakerfi. Já, þá stjórnum við sókninni
með fiskiskip, með dögum og friðun svæða og allt þetta dót sem að því hér, en þú máttir veiða sko eins og þú vildir þegar þú fórst á sjó. Þeir settu saman flota sem að hafði gefið góða raun af svo margir tógarar, svo margir línubátar, svo mikið af þessu hinn og settu hann upp og það var ákveðið reiknaði dagafjöldi var reiknaður út frá þessu. Svo fór að koma alls konar beiðnir friðun á hrygningartíma eins og það nú klassist og friðun uppvaxtarsvæða líka. Þannig að það var endaði með því að 70% af miðunum eru lokuð allt árið fyrir öllum veiðiskap. Nú, annað sem aðeins gerðu eftir að ég var þarna gert það svona fyrir 15 árum, þá aðskilduður algjörlega veiðar og vinslu og ég þekkti nú þetta fyrirtæki, stærsta fyrirtæki þetta, Betafisk sem Olsen var með, hann var að gera svo vel að splittaði upp í vinslu og útgerð og fiskurinn fór svo í gegnum markaðin sem náttúrulega eðlilegt sko, þá aftengdu þeir þetta. Síðan gerist það að eins og alltaf gerist að allar breytingar í afla sérstaklega minnkar það því að það var ofveiðinni kennt og það var til þess að fiskitugum var fækkað úr 50.000 niður í 15.000 eða eitthvað í dag og þar með minnkar aflinn og þar með lítið, þar með sýnist verið þá meira ofveiði og það þessi hringur sem þarf að kannski rjúfa og við komumst að því og þeir sögðu það færingarnir sko, það ef að sóknin haldri fasti þá það náttúran sem að gefa fiskin ef mikið af fiski þá fá menn mikið ef lítið þá fá þið lítið og það var þannig að ef að var lélegt fiskiri þá fórum menn ekkert á sjó þið voru ekkert að eyða dögunum í lélegt fiskiri og svo voru einhverjur úti og svo glanaði til og þá fór flótin út. Það var bara eðlilegt eins og bara hérna á sínu tíma. Það var ekkert verið að sækja sjó ef það var ekkert að hafa. Og það var búið til ljótt orði verið þetta hérna, ólympískar veiðar sko. Að allir að djöfla þetta sólarhringinn til að reyna að ná í síðasta fiskinn. Þannig að ég myndi leggja það til og það hefur ekkert sko komið fram í þessum tillögum á þess að ég fara í þær í smáatriðum að breyta kerfi. Þetta kvótakerfi var sett á einni nóttu og það var góð markmið fyrst. Það að vernda fiskinn, tryggja byggði kringum ykkur landið og fá hámarks afrakstur út úr veiðunum. Já, hámarks gróða líka vegna þess að en það hefur ekkert komið til tals að breyta þessu kerfi í til dæmis sóknarkerfi með einhverju mótifikasjón með hvernig það var. Trilluveiðari nú hlægilegt að þær skuli ekki vera frjálsar og jafnvel veiðar dagrórabáta. Hvort það net eða snurvo eða hvað það Venjulegi vertíðabátar. Já, við veiddum hérna á vertíðinni áður fyrr jafn mikið eins og við veiðum í heildin í dag. Þessi vertíðarfiskur, hann horfinn, eða þannig að segja, það engin floti eftir, engin skip eftir. Og þetta náttúrulega bara tapaðar afli. Þessu var fórnað í þeirri trú að mikil hrygning myndi gefa mikið af sér. Ekki satt. Þetta búið að ganga í gegn. Við erum enn með páskastopp sem að þekktist ekki áður til þess að lifa fiskinum að gera það í friði eins og Jakob sagði á sínum tíma. Þannig að þetta ekki einu sinni rætt að væri það skynsamlegt að snúa þessu við. Hvað myndi gerast til þess með Grímseyinga þegar þeir fengi að róa? Það eru ekki nefndir og fundir og Akureyri hvernig ég að bjarga þeim og brota þetta beygður og allt þetta dót. En því miður að þá ekki þetta í sjálfmáli og eins og við töluðum hér áður, þeir sem að voru þegar kvótakerfið sett á þá mikið þessu fólk eru kornabörn sem að taka ákvarðanir í dag. Menn mun ekkert hvernig þetta var. Það alltaf sagt, það var bullandi tap á öllu, auðvitað var bullandi tap á sum. En við byggðum landið upp með fiskinn. Þannig að ég saknaði þess mest að skuli ekki eins og rættur sá möguleiki hvort að þetta myndi skila betri árangur. Það stefnir bara í það
að miðin verði einkavædd. Ok, Sigurjón, við komum til þín með frjálsar handfæraveiðar og jafnvel alveg upp í vertíðarbátana, skilja á milli veiða og vinnslu, markaðsverð á fiski sem landað. Jú, ég samþykkir þetta allt? Jú, ég held að sko fyrsta verkið í þessu svona sem þarf að gera, það þarf bara að horfast í augu við það og samfélagi að markmiðla hana að þau hafa ekki gengið eftir og það alveg kýrskýrt og allar tegundir nánast eru að skila minni verðmætum eða minna afla fyrir dag, nú heldur en fyrir dag kerfisins. Þannig að þetta bara, það þarf ekki að deila um þetta eru tölfræðilega staðreyndir en samt eins og að áróðurinn sé á hinn veginn og jafnvel svona hert á hannu núna síðust árin. Ég held að sko það þurfi að gera tvennt, annars að taka svona umræðum þessa líffræðilegu þætti og það það að þessi stefna sem hefur verið rekin, hún hefur ekki skilað því sem við ætluðum okkur. Við ætluðum okkur að fá hér 500.000 tonna árlega og losna við þá sveiflu sem voru áður í veiðunum í þorski og síðan það þetta hitt að það að tryggja jafnræði og að jafnræðið í greininni að það á ekki að vera flókið að horfa þá bara á fyrstu greinina að það segir að þetta sé í eigu landsmanna og menn eiga bara að horfa á hvernig menn fylgja þá reglum og lögum með það að markmiði að svo sé. Svo alls ekki. Ég held að þetta ekkert flókið. Þetta mjög einfalt að breyta þessu kerfi. Það að horfa til þess að hafa þá höftin sem minnst og það augljóslega ekki nokkur lifandi leið að ofveiða fisk með handfærum eða línu. Hann ekkert að fara og býta á línuna nema það sé þá skortur á fæði. Og síðan auðvitað með hitt að þetta að jafnræði að það sé þá það mjög auðvelt að gera þetta. Það eins og Arnar sagði að það hægt að hafa það þannig að fiskur taki verð á frjálsum markaði og síðan hafa þá þær vinnslu sem hafa byggt upp stóra atvinnustarfsemi eigi þá bara hlut í aflanum, aðgengi af honum á markaðsvirði, þannig þetta í færum og þetta ekkert flókið. En það það sem núna, að það skortir vilja bæða viðurkenna hlutirnar hafa ekki gengið og síðan að breyta í rétta átt. Og það svolítið átakalegt að maður horfir á til dæmis stjórnmálamenn og þetta á ekkert endilega bara við þá sjávarútvegsráðherra sem eru núna, heldur einnig forsvarsmenn í sveitafélögum. Ef maður færi til dæmis núna vestur á Snæfellsnes, þar sem að fjölskylda mín og frá Ólafsvík og þar bæjarstjóri og hann var í spurður hvort hann vildi frjálsar handfæraveiðar og það alveg augljóst að það myndi koma byggðarlega einu mjög vel. Ég það myndi ekki geta svarað því játandi, var ég að vilja móti því þó svo að það sé svo alveg borðleggjandi að þetta komi þá byggðarleginu vel vegna þess að hann situr þá við skjóli Guðmundar í Brimi eða einhverja ólíkarka inn í kerfinu og við sjáum þetta líka með Svandísi að hún verður eins og núna síðastliðið haust fer hún með sakborningi einu svartasta máli sem hefur komið upp, það Namibíu málinu og fer með honum á fund þar sem hann heimtar að síðastliðið haust á fundi með Deloitte einhver ráðstefna og hún þarna eins og skrautfjöður og hann heimtar að allar trillu við það séu stöðvar að bara gera þá kröfu síðan það og bendir á að Samherji sé oflítill, það þurfa að vera stærri og hver niðurstaðan úr nefndinni sem hún setur að stað? Jú, það að koma í veg fyrir trilluðar og hver allir ástæðan sé það ekki endilega held ég það allir ekki augljósa ástæðan að þeir sé að missa þessu nokkru tittum sem ekki einnig neitt sem fyrir strandveiðarnar heldur það að strandveiðarnar sem þegar fiskurinn fer á frjálsamarkað að þá myndast þarna verðgrunnur sem þeir þurfa síðan að gera upp við sína sjómenn og það ef að sjómannafórustan ætlar að fara kannski núna og gera 10 ára samninga
og út frá einhverju fiskverði sem meira á minna búið til, þá held ég að það verði ansi rýr hluturinn svona 2033 eða þegar samningarnir renn út. Þannig að ég held að menn verða að skoða þetta þessu ljósi. Það þá bara svara þessu og dreif þetta saman. Það annars vegar að vera ekki að hefta það sem augljóslega þarf ekki að hefta. Hafa frelsi, fækka tegundum í kvóta og síðan að tryggja jafnræði. Þið haldið þið fram, held ég allir, að kvótakerfi hef ekki, markmið kvótakerfi sem ekki gengið upp. Það er það að horfa á aflatölur og ráðleggingar Hafró til að sjá að svo er ekki. 500.000 tonnin sem átt að vera í þorski eru heppin ef við fáum 200 pluss. Nú segja ég jafnvel í dag, við sögðum það aldrei. Ok, en síðan á byggðirnar, við þekkjum byggðaröskunna út allt. Það átti að vera, kvótakerfi átti að tryggja byggð í landinu. En þegar þetta er sagt að þá kemur alltaf hvað hefur kvótakerfi fært okkur og það er aukna arðsemi í sjávarútvegi. Viljið þið skipta á því? Aukinni arðsemi stórútgerðarnar fyrir fiskistofnana og byggðina? Ég held ég verða að fá að grípa aðeins inn í það og það er eitt sem að trufla mig mest í þessari umræðu sjávarútvegsmál. Vegna þess að alltaf talað með jákvæðu formerkjum tíman eftir að kvótakerfið núverandi eða grunnurinn að því var settur á 1980 eitthvað, upp á 1980. Það er mjög svipuðum tíma sem fiskmarkaðir komast á laggirnar við Ísland eða á Íslandi og ég held að þáttur þeirra í verðmæta aukningu sé svo stórkostlega vanmetin og eigi að horfa til þess þáttar í miklu ríkara mæli en nokkur tíman hefur verið gert og ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða að þeir hafi haft miklu jákvæðari áhrif á aukna verðmætasköpun á Íslandi heldur en kvótakerfið. Þarna myndaðist frjálsmarkaður, ég þekki það bara í okkar röðum, að þarna myndaðist bara svona suðupottur, sennilega stærsti suðupottur nýsköpuna sem hefur verið nokkuð tíma til í íslensku sjávarútvegi og verðmætasköpunum sem fylgdi í kjölfarið og allt sem er verið að gera í sjávarútvegi í dag á Íslandi byggir á þessu suðupotti sem var þarna. Og þetta er svo stórkostlega vanmetið atriði og ætti að horfa til þess í miklu meira mæli en gert er í þessu samtala. Þú ert að tala aukna verðmætasköpun. Ég var að tala bara arðsemi, ekki aukna verðmætasköpun. Arðsemi fyrirtækina sjálfur. Já, ég held að það fari ekki endilega saman. Það er gallin á fiskveiðistjórnunarkerfinu okkar. Það er annars mjög stór galli. Það er það að þjóðarhagur fer alls ekki saman við hag stærstu útgerðarfyrirtækjana í dag. Og það er að hluta til skiptakerfið sem við búum við, skiptakerfið, sem að ýtir stundum undir þetta og sérstaklega þegar verðmyndunin er fölsk. Já, ég ætla að taka undir þetta að arðsemi fyrirtækjana sýnir kannski miklu frekar einokunar aðstöðuna sem það er í. Því kannast þessi rök, það er sagt að það er svo mikil arðsemi í íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja sem eru öfundar efni þjóða sem þurfa að styrkja sjávarútveginn. Þetta eru rök stjórnvalda. Jú, en ef það væri frjálsum markaður og þau væri að keppa á jafnræðisgrunni, þá væri arðsemin ekki svona mikil. Og þegar að menn eru að tala til dæmis hvað er rétt auðlindagjald sem ég held að sé alveg vonlaust að leggja á við þessar aðstæður sem eru núna, þar sem menn ráða fiskverðinu og eru að búa til hagnað í sölufélögunum eins og þeir hafa sagt sjálfur að þá held ég að þetta er auðvitað ekki þannig að arðsemin fyrirtækjana að það sé endilega jákvæð teikn, heldur getur það verið kannski í frjálsri samkeppni þá er bara sagt að arðsemin er 0 því að það eru jafnmargir sem græða og tapa eða í frjálsri samkeppni. Núna erum við bara við mjög óeðlilegt ástand en svo verður ekki að líta og verður maður líka að horfa til þess það hefur margt gert samhliða á síðustu árum í matvælaframleiðslu, í flutningatækni, í gæðastjórnun sem mun alveg örugglega halda áfram þrátt fyrir það að við tökum skynsamlegra og réttlátara kerfi menn halda áfram að senda fisk á markað í feskan sem var kannski ekki gert áður. Þannig að það er svo margt í þessu sem að menn er að tefla saman svona alls konar hlutum til þess að réttlæta
spillinguna sem ég vil segja og hafi smitast verulega yfir í stjórnmálin eins og við sjáum bara í verku núverandi sjávarútvegsráðherra. Það fer ekkert fram hjá þjóðinni spurði hvort að kvótakerfið hafi neikvæð áhrif á lýðræði og það er 64% þjóðurinn sem segir að svo sé. Já. Þannig að það fer ekkert fram hjá þjóðinni neikvæð áhrif kvótakerfisins á stjórnmál. En varðandi ef ég má vera svona að tala fyrir hönd stjórnvalda hérna, að það var sem sagt arðsemina og þú nefnir markaðina og svo nefnir þú svona nýja tækni og þá er rökin svo að til þess að innleiða nýja tækni sem eykur verðmæti þá þurfum við stórar einingar. Nei, vilt þú ekki svara þessu? Sko, ein rökin fyrir því að kvótakerfið var sett á sínu tíma var akkurat eins og með alla auðlinda vinnslu að það þurfa að gefa út sérleyfi ákveðin tíma. 30 eitthvað ár hlýtur að vera aðeins umfram þennan tiltekna tíma sem að til þarf til að ná upp fjárfestingu í sérvinnslu á auðlind. Auk þess er mér mjög til efs að það þurfi einhverja slíka ívilnun til veiða á íslensku fiski því að hann er í þvílíku mæli og þess vegna held ég að þetta eigi bara heild sinni ekki við rök að styðjast. Staðan sem upp er komin í dag er líka bara einfallega það má líka við að vera að tala arðsemi í fákeppni og hún er svona álíka fáránlega eins og að tala lýðræði í einræðisríki. Mér finnst þetta að vera komið af það því sumir vilja jafnvel kalla landið okkar bananalýðveldi. Það var eiginlega völd einræðisherrans að þau varu mikil eins og arðsemi einangrunarfyrirtækis mikil. Það væri svona álíka. Það er ekki talið með allir hinnir. Nei. Artúr, stærðin að við þurfum að hafa stór fyrirtæki. Sigrún nefndi Þorstein Má sem var núna í haust að tala það að þetta verið smá fyrirtæki á heimsvísu og við ættum alls ekki að vera að tala að þrengja að þeim því að nú er náttúrulega keðjurnar eru allar eiginlega farnar yfir kvótaþakið þannig að það er hlutið að vera til umræðu. Já, ég hlustaði nú með athygli á Þorstein Má á sínum tíma þegar hann hélt ræðuna þarna í Hörpu þar sem hann var að tala að þeir væru allt of litlir og var meðal annars að vísa til þess fannst mér að 700 smábátar þeir vera að veiða á handfæri yfir sumarið og það væri mikið sóknarfæri þá fyrir stórútgerðina að komast yfir þær veiðimildir en svona bara í stóra samhenginu þá vittust að mér minnir 1,3 milljónir tonna á Íslandsmiðum á síðast ári og stranduði bátarnir veittu innan við 13.000 tonn eða bara 12.000 tonn þannig að það er svona 0,85 til 0,9 svona í hugareikningi sem það er veittu af heildartölunni og þessi 206 blaðsíðna bæklingu sem var prentaði fyrir okkur daginn hann fjallar að stórum hluta þetta innan við 1% sem að smábátarnir eru að veiða þannig að þetta snýst eitthvað allt annað og ég verða að viðurkenna það ég stend bara svolítið á gati að reyna að finna einhver rök fyrir því af hverju ég látið svona út í þennan hluta fiskskipaflotans ég bara skil þetta ekki og ég vona að ég skilji það aldrei þetta er svo yfirgengilega galið að láta svona í staðin fyrir að átta sig á því að strandveiðar þar hafa aukið sátt sjávarútveg ef eitthvað er og opnara strandveiðikerfi og öflugra þar sem að ungir menn og gamlir menn sjá sér tækifæri og ungar konur, ég þekki það tala nú ekki það vantar alveg stórlega konur í strandveiðikerfið en það eru til og það sem að þetta stendur bara mönnum til boða þetta á ekkert við alla þú ert ekkert að fara á strandveiðar ég sé það alls ekki en þú átt að hafa tækifæri til þess ég þekki fólk sem er á strandveiðum og veit alveg hvaða árið það hefur og líf þess ég var að tala við einn bara fyrir nokkrum dögum sem að hann er að nálgast nýrætt hann er að fara að kaupa sér bát ég vil halda þessu gangandi og hann orðaði það svo stórkostlega Hannes fiskverkandi í Þorlákshöfn daginn á fundinum þarna á var það ekki inn á Grand að í strandveiðunum þar er hamingjan en það er eitt af því sem að stórútgerðin hefur hatast út í að við höfum notað orðið eins og rómantík og hamingja
Þetta eru bara bannorð. Þeir nota myndir af ykkur á vöruna þessu. Já, en að vísu, nú komin aðeins önnur taktík, sko, nú bæklingurinn, forsíðan, hún á dragnótabát sem að veiða inn í höfnegustæðar. Þannig að þeir eru svona aðeins að fjarlægast þetta að nota okkur alltaf sem auglýsingu. En þeir gerðu það, sko. Það má kannski líka velta fyrir sér hvert við erum komin. Ef að verið að fjallum samkeppnisstöðu þjóðar eða markastöðu heillar þjóðar og hvernig uppsetningin á að vera á því kerfi þegar stærsti aðilinn á markanum telur sig vera þessu umkomin að hafa eitthvað það að segja. Það í flestum tilfellum talið mjög óeðlilegt að stærsti aðilinn sé ráðandi í mótun markaðarins. Já, ég held að fólk geti verið sammála. Þannig ennum svolítið á Íslandi. Ég bý hér og það yfirleitt þannig að þeir eru mótandi stærstu aðilarnir. Bara fyrirferð viðskiptaráðs og samtaka atvinnulífs í íslensku samfélagi bara umtalsvert. Já, það má líka snúið svo hvolf og segja hversu ríkjandi við stefnumótun íslenskrar sjávarútvegsstefnu samkeppnishlutin. Hversu ríkjandi skoðun það að eignaraðild eigi að vera dreifð. Má ég að spyrja það því að þið komið úr svona deildum inn í sjávarútveginum sem ekki stórútgerðin. Upplifið þið fiskverkendur án kvóta eða þið smábáta eigendur að þið séu aðilar að því að móta sjávarútvegsstefnuna? Engan veginn. Því fer víðsfjarri. Þannig að þið búið í heimi stórútgerðinnar? Já, það búið að vera til langs tíma. Við þurfum að sitja undir því að þeir bara ráða þessu hlutum og ég myndi alveg endilega vilja sem flestir færu nú inn á samráðsgáttina og myndu lesa umsögn LIU eða SFS þessar breytingar sem að sjávarútvegsráðherra að leggja til varðandi strandveiðarnar. Að það mætti halda, sko, ef þú skoðar umsögn LIU og lest svo frumvarpið strax á eftir, þá ég nú ekki frá því að einhverja gætu gruna bara sami aðilinn hafi skrifað þetta. Kannski eitt í þessu að ef maður fer yfir svona þessa stefnumótun og þessa tillögur þá gott, held ég, að fólk og Íslendingar skoði bara hvert það leið okkur og einkum þá held ég að sé gott fyrir þá sem ennþá eru inn í vinstri grænum. En þess að það greinlegt ef þessa tillögun áfram að ganga að þá markmiðið að koma í veg fyrir veiðar þá dagráðabáta og þetta verða þá bara kannski 3-4 fyrirtæki. Ég held að verða ekki meira. Ef að þessar tillögur Svandísar Svavarsdóttir ná í gegn, þarna sem að liggja á borðinu, að þá verið að koma í enn meiri samþjöfun og það mun engin nýliðum verða í þessu. Og sumir af þessum ágætu greifum hafa talað jafnvel það að opna fyrir erlenda fjárfestingu, að þá styttist bara í það að þetta verður selt þá til einhverja auðhringja, fiskimiðin íslensku. En þetta ekki auðhringir sem eiga þetta? Er þetta að horfa á Samherja öðruvísi sem hefur gríðarlega ítök í öðru fyrirtækjum á Eimskip og stærstu hlutafinn í Högum? Það tala kannski einhver Unilevel eða eitthvað svo leið sem að kæmi hérna inn og þetta væri bara leið þeirra til að banana gera þetta alveg endalega að banana lýðveldi. En auðvitað þetta orðið hættulegt stafan og ég tek alveg undir til dæmis með Þorvaldi Gylfasyni að þetta orðið varasamt. Það eru þá 2 leiðir í þessu, annarkvort að koma þá á jafnræði og opna þá niðan frá kerfið eða þá bara fara þá leið að gera þessi fyrirtæki upp. En þetta, ég held að sé bara áhugavert að skoða hvert þessa tillögur leiða og hvers vegna að flokkur til dæmis sem núna í ríkisstjórn leggur þá borðið að efla strandveiðar, efla byggðarfestu og síðan koma tillögur, bráðabirgðatillögur frá Svandísi Svavarsdóttur. Það nánast bara sagt þar berum orðum að koma þá alveg í veg fyrir veiða strandveiða, dagróðrabáta og alla byggðarfestu. Og þá bara finna einhverja peninga annar staðar í að halda blása lífi í þessi þorp. Vona ferðamennirnir bergi. Já, ég veit ekki hvað, það var ekki einu sinni nefnt. Sko. En Jón, þú þekkir til sjávarútvegs víða í heiminum. Já, það allstað þannig að stóri kallir eður öllu? Sko, það mikil áróður hér sem segir
að Ísland sé eina landi í heiminum sem ekki styrkir sjávarútvegs. Við Færeyingar, 99% af þeirra útflutningi fiskur sem kemur frá sjávarútvegi. Hann býr til verðmætin og hann ekki styrktur. Og ég var á sínum tíma þegar rækjuveiðarnar lögðust niður hérna á Flæmskahattinum vegna hækkandi olíuvers og minnkandi afla, þá létuðu bara útgerðina sína gossa. Þeir vildi ekki hjálpa þeim. Og en á Íslandi, sem eina landi í heiminum sem hann ekki skilur, þetta nú svolítið öfumæli vegna þess að við kostum hérna gæsluna, landhelgisgæsluna og alla þjónust í kringum þá og mínum mati þá eru þeir að mergsjúga þjóðfélagir. Það eru þeir sem að sjúga út úr þjóðfélaginu það til dæmis að geta ekki keypt fisk út úr bát. Að menn með ekki selja upp úr bátunum sínum sem myndi því að ódýrara fiskverð og þú getur losnað við millilaðin fisksalar. Bara svona smá dæmi eins og ég gera til dæmis í Fiskitorgin í Bergen og víðum henn. Og í Þórshöfn, það er svona bútur á höfnin í Þórshöfn þar sem maður getur keypt fisk upp á bát. Já, og svo einmitt og svo þetta býtur styrkir til útgerða, já. Ég hef búin að vera í Bretlandi og Skotlandi, Englandi og Írlandi og það eru styrkir til útgerðar, veistu til hvers þess fara? Til þess að eyðileggja báta. Eins og var hér. Já, það eru úrheldingastyrkir. Eins og var hér. Og ég var á einum snurvoðabát þarna út í hérna Norðursjó og þar voru þeir að hafa færi band og svo bara hirtaskást og hirt fór út og ég held ég veitt 90 tonn. En löndu 9 hitt fór út. Þetta var smælki og þetta kóð og allt svona alveg vegna þess að þetta er vanveitt svæði. Og þar komuður og þeir mókuðu fiskinum í korfur, plastkorfur og drógu þær með svona krók eftir dekkinu niður að lestarópunum. Þar kom talja upp á handtalja og það var híft niður og þar var kall niður og svo var híftar körfurnar, þetta var að skralla körfum fram og aftur. Og mér var orðið, þeir ættu nú að borga ykkur, í staðan fyrir eyðileggja skipin, borga ykkur til þess að innrétta það þannig að þetta vinna borð. Mjög alveg talað, það er alveg svakalegt að sjá þetta. Og þetta er allstaðar, það er engin útgerð sem er styrt. Það er allstaðar verið að reyna að drepa útgerð í öllum þessu lönd. Út af. Fyrst heldum við að væri til dæmis olíuiðnaðurinn sem með 20.000 kilometra af lögnum niður í Norðursjó til þess að fá pláss fyrir sitt, stíga skipunum frá. Núna eru það vindmyllunar og sagði mér að hann Quentin, blaðamaður, hann sagði það, þetta er bara alveg að verða að búa hjá okkur vegna þess að við erum að missa all miðin undir vindmyllur. En áðurinn að ég gef Arthur orðið að þeir spurðu þig hérna, er það þannig annar staðar að þessi stóri sem að ræður sjávarútvegsstefnunni? Er það Ameríkas land sem að móta stefnuna? Nei, ég held ekki. Ég held það er Evrópusambandið svo mikið. Ég held það sé ekki útgerðirnar. Ég bara þekki það samt ekki nógu vel. Þetta skiptir mikla minna máli og síðan er kannski annar geiri sem er honum mjög sterkur og farin að þrengja að útgerðinni þar sem að við kannski höfum í minni mæli en það farið að smita hér yfir. Það er þá græni geiri og við sjáum það að það er aðeins farið að smita hér varðandi svona vottanir að menn þurfa að fá vottanir hjá einhverjum svona grænum fyrirtækjum og það allt. Þannig að það er svona, þetta er svona minni iðnaður og ég held að græni svona iðnaðurinn, þessi hafi meiri svolítið áhrif á regluverkið og er farin að þrengja að þá svona þessum sjávarútvegi. Við Sigurður voru nú einir af fáin sem hafa verið á fundi hjá sjávarútvegsnefnd Evrópusambandsins, voru þar með færeyska ráðherrann og þar var kvörtuðu menn mikið það væri, kvótin var svo lítill og aflinn þeir hefði ekki fyrir olíu og rekstri og það var ráðið frá Evrópusambandinum var svo að skiptum vélarnar í öllum bátum til þess að þeir eru eyðsluminni en ekki augljósalausn auka í aflannsvaldið. Það er nú fiskur að þannig frá. Ekki það? Arthur? Já, ég ætla að koma inn á þetta varðandi þetta glamur að Ísland sé eina land í heiminum sem að ríki styrkir ekki sjávarútveg. Það fer nú bara eftir því hvernig á það er litið. Ég veit ekki til þess að olía á fiskskip sé jafn dýr eins og bara að þú
ferð hérna út á benstuð og kaupir dísil. Þannig að eitthvað liggur nú þar. Ég veit ekki betur heldur en að hérna alls konar aðföng, þú færð endurgreiddan allan virðisauka öllum aðföngum og svo bara ein skilgreining á ríkisstyrk, það að láta örfáum mönnum í veiði kvóta upp á 100.000 tonna gegn sáralitlu endurgjaldi. En hins vegar þá þetta að mínu viti snertir eitt af því sem að mér finnst vera óspurt og ósvarað í þessu nefndastarfi og svona eina stóru spurningun og það, mér hefði fundist gustu hvað það hefði verið birtur listi til þess að sanna þessa fullyrðingu með að Ísland sé á einhverjum sér báti með það að vera ekkert að styrkja útgerð. Ég til dæmis, mér ekki kunnugt það að sé verið að styrkja útgerð í til dæmis Nýja-Sjálandi eða Ástralíu eða til dæmis á austurströnd Bandaríkjanna eða vesturströnd Bandaríkjanna eða bara á suðurströnd Bandaríkjanna. Mér ekki kunnugt það en það getur þá verið falið einhvers staðar. En mér hefði fundist svolítið svona fagmannlegt af einhverjum starfsfólknum að birta bara lista yfir þetta og sína að það sé eitthvað á bak þess. Og telja líka styrkina sem að við veitum eins og til dæmis að fella séu virðisaukaskatt frjáls starfsemi. En sko þetta er eina af sko nokkurum stórum spurningum sem að ekki spurt í þessu nefndastarfi. Og það veldur mér alveg rosalegum vonbrigðum, það þessi hræðsla við stóru spurningarnar. Hver árangur Hafrannsóknastofnunar? Þá að segja að sko starfi í nefndinni sé ekki, að það sé ekki verið að skoða þetta neittni dýft eða... Það bara að þú ert að taka orðin út mér sko. Þannig það bara að vera að pakka inn til þess að setja að selja óbreytt kerfi, almenningi sem sátt. Ertu búin að fara í gegnum hennar bækling? Já, ég búin að fara í gegnum ykkur. Já, sko, þú lest áður en að fyrsta tillaga kemur og þetta bara aflamarkskerfið dásamlega. Það guðdómlegt. En það var Morgunblaðið mjög fljótt að draga í fyrirsögn að þetta stytti kvótakerfið. Nákvæmlega. Ég spurði Þorvald Gylfason sem þú nefndir hérna, hann kom hérna og ég spurði hvort hann hefði lesið þetta. Hann hefði rétt gluggaði þetta, hann myndi aldrei það tíma sinu lista. Þannig hann sagðist finna það á lyktinni. Hann náttúrulega ekki í nefndinni. Hann sagðist finna þetta á lyktinni. Mér verða að skilda að lesa þetta. Hann sagðist finna þetta á lyktinni hvað þetta snýrist. Þetta stórmerkilegt plagg sko, en það er nú kannski ágætt að geta þess hér að það koma svona sögur það að þetta sé besta kerfi í heimi og það líti allir til Íslendinga og allt það. Svo þegar maður fer til Skotlands og hittir sjómenn þar eða í Færeyjum, þá kannast enginn við það. Eða hvað þá til Noregs, það eru bara flóttamenn, íslenski sjómenn sem hafa flúið þangað til að draga fisk. En þannig að þessar sögur eru svona til heimabrúks og þær fá ekki gagnrýni í fjölmiðlunum. Og Ríkisútvarpið hefur algjörlega brugðist í því að koma hér bæði með svona gagnrýni á líffræðilega þátti og ekki síður á þennan þátt þar sem að menn að búa til einhverja tröllasögur og ég beindi þeirri spurningu til ráðuneytisstjórans að því að hann ber nú ábyrgð á þessari vinnu, þessari dæmælisu vinnu og hver er rökstuðningu fyrir þessu? Af því ég kynnti mér einhvern tímann hvernig skilgreining á ríkisstyrkjum í Bretlandi var að þá eru tíndir þættir sem ekki tíndir hér saman inn í þann styrkja mat, til dæmis rekstur fiskistofu, landhelgisgæslu og Hafró og allt það. Það bara að tala það sem ríkisstyrki. Skattasláttur, og það er nefndin og óluna hérna, það mætti kannski telja að sjómenn taka þátt í að borga óluna. Þetta er alveg með dæmalaust í rauninni hvað þetta fer gagnrýnis lítið í umræðu í þá þessu megin fjölmiðlum. Ok, en þið hafið talað að einhver ykkar að þetta verið Jón sem sagði að þeir sem að fást við þetta fæddust til inn í kvótakerfi og þekkingan annan mun. Og ég býst við að einhverju sé að hlusta okkur sem er þannig að við bara alist uppið, það hefur alltaf að tuða eitthvað þetta kvótakerfi, en það er alltaf kerfið. Getum við gefið einhverja mynd á því hvað þetta skiptir miklu máli? Ég veit að þegar Jón er að gagnrýna sko takmarkanir á veiða, að það sé að tapast sko hundruður, þúsundur milljarða yfir tímabil kvótakerfisins sem að vanta bara inn í íslenskt hagkerfi. Það er mjög engi vanda að reikna það sem þú ert að segja, Jón, upp í bara þúsundur milljarða. Já. Sko, svona byggðarlega og félagslega, þá held ég að þessi dæmi séu skýr fyrir vestan á Vestfjörðum. Þar var farið alveg rækilega eftir ráðgjöf Hafró á 10. áratugnum. Og þá sér maður það bara koma fram
hlutfalla í fækkun íbúa mjög skýrt og byggðirnar voru bara í sárum. Þá kom áróðurinn það að þetta væri eiginlega ekkert búandi á þessu stöðum. Það væri einskisvirði, Já, að Þingeyri væri einskisvirði. Já, og allt þetta væri bara, fólk þyrfti að komast í Reykjavíkur þar sem að allt væri og fólk gæti lifa þar venjulegu lífi og allt það. En hvað gerist núna? Þegar fiskeldi fyrir aðeins uppláfið? Það er bara aukning á þeim byggðum sem að njóta fiskeldisins. Þannig að það er svona þessi áróður, þungi áróður með þessu og síðan þessi verðmæta tapið, við sjáum það bara eins og bara lítið dæmi eins og Hofsós í Skagafirðinum sem hefur mist nánast allar aflaheimildir og ég held að sé þá bara 15 tonn eftir í byggðakvóta. En hefur fólk það ekki þá bara þess betra á Dalvík eða hvert þetta fór? Eða svo ykkur ekki? Mun ekki fólk á Vestmannum hafa bara þess betra þegar það verður hægt að róa frá Siglufirði? Nei, það er ekki þannig. Það er bara ekki þannig. Maður sér það að maður horfir á þessar einingar, þá er þetta, það er sárt að horfa upp á þetta. Það var alltaf til málning á félagsheimili, sko. Og það er allt í rauninni í eina átt. Og þetta er bara svo mikill óþarfi. Það myndi bara margt lagast við það að gefa aðeins meira frelsi og vera ekki meira ofstoppa. Þetta minni bara eiginlega orðið á Sovjetin þegar að samyrkjubúin voru og allir. Þú getum ekki vísa til þeirra ef við erum að tala við fólki sem að fættist inn í kvótakerfi, það mann enn síður eftir Sovjetinu. Já, ég minna fólk, það er bara tekið svona sem dæmi það sem að voru bara allir var steypt í stórar einingar og með einhverjum furðulegum með hræðilegum afleiðingum. Jón, þú heldur því fram að við sem að kasta frá okkur sko gríðarlegum fjármunum með því að nýta ekki fiskistofnana. Já, þú sér að vertíðar hafa lagst af sem slíkar. Að það eru sko bátarnir og við sjáum það í safninni í Keflavík, við sjáum það á gamlu ljósmyndum. Ég held að hafi verið 6 bátar á netavöðum, alveg netavöðum sko síðasta ára eða eitthvað svolítið. Það er eitthvað fingurum beggja handaði. Þarna voru sko. Þú var upp í höfninni á Akranesi. Bráðum getur líklega farið og í kringu Snæfellsnesið. Því að ef það er rétt sem að hér er sagt að endanum verður þetta bara fjórir hringir, að þá mun kvótinn tæmast að Snæfellsnesi. Það geta sigurfarið þarna á Akranesi sem að þeir voru að veiða 1600 tonn og þeir voru hérna í Flóanum. Ég fór með trilluköllum hérna upp á Kjalarnes undanfarin ár og þar veitum við sko bara það sem að þurfti á lögneli, við snýrum við, það voru lagðar 5-6 net og svo var snúið á bauginn og tekið inn kaffibolli og svo var að fara að draga og við komum heim hérna klukkan 2 með 2 tonn sem að þurfti, það geta veitt miklu meira, það voru 2 bátar á þessum veiðum og þessum tíma, ég held að sé enginn í dag. Það eru með mókandi fiskur hérna við Kjalarnesið og munum það að 80% þessu fiski hann deyr eftir rigningu. Samkvæmt rannsóknum Jónssonar í 30-40 ár þá merkti hann fisk á hverju ári í fjölda ára og þegar gögnin eru skoðuð hvað eru margir fiskar sem kom eftir 1 ár, eftir 2 ár, eftir 3 ár, þá færði svona hallatölu á því hvernig að hverfa og það eru 80% hvarf af fiski, hann hverfur úr stofninum með 80% á ári hraða. Hins vegar voru merkjaskil ekki nema 7% og þó þú tvöfaldir það, þá var ekki verið að veiða nema kannski 15% af fiskinu sem var á ferðinni. Þannig að gögnin segja það bara að þarna erum að tapa fiski út af engu, hann hrygnir og deyr. Það er ofta eðli fisk að hrygna einu sinni saman lax og loðnu og fleiri og jafnvel þorsk, hann býður þá kallir hann 12 ára gammal og þá hrygnir hann og svo getur hann ekki græja sig aftur. En hvað er það? Við erum að tapa þarna rosalegum afla og núna vilja menn ekki veiða afla þarna vegna þess að það hittist þannig að þorsk í Noregi datt í huga hrygna á sama tíma og þeir eru ekkert að bíða, það er bara lágfótin vertíð og það er keyrt á það á fullu og ég held að sé ekki einu svona kvóta á hann, ég held að sé hvort það eru dagar, ég er ekki klár á því. En það lítur lófóttur út eins og gamlu fiski, eða sjávarbyggðirnar á Íslandi, það er bara, hafnin eru fullar af fiskibátum. Já, og þannig er búið að veiða sko í 100 ára og á 17. öldinni þá er skreið 80% af útflutningi Normanna.
Þannig búið að veiða og verið að veiða og það stundum mikið og stundum lítið, yfirleitt þetta mikið, en þá fellur verðið á þorskinn og þá gera þeir sem eiga kvóta, þá veiða þeir ekki hérna, þá geyma þeir það fram á sömarið. Þannig að við erum að henda þessum stórfiski og búin að eyðileggja saltfiskmarkað og ég veit ekki hvað og þykjast alltaf að vera bestir. Færeyingar sem að ekki eru með kvótakerfi á botnfiski, þeir eru að fá betra verð og betri afkom heldur við. Per kíló? Per Já, kíló. og eru bara ánæði með sitt og það eru uppboð og aðskilin fiskur og vinsla og svo framvegis og þeir, ég veit ekki hvort ég sáu þættina með þeim hérna í útvarpinu, þeir eru eftirsóttan saltfisk áram saman í Pólandi, hérna Portúgal, þeir lax þykir bestur og svo framvegis, þeir kunna vinna, við erum engir englar í þessu. Nei. Arnar, fyrir þá sem ekki þekkja, hvað skiptir þetta miklu máli fyrir þjóðarbúið að skiptum sjávarútvegsina? Já, ég ætla kannski aðeins að því að Sigurjón talaði tillögur Svandísar, þetta er náttúrulega ekki tillögur Svandísar, þetta eru tillögur starfshópsins, það skulum vanda okkur aðeins en ég held að það skipti öllu hvað er lagt í grundvallar og ég finnist að þetta leggja akkurat þetta sem Jón er að benda á hérna til grundvallar. Þá þurfum við ekki að spurja því hversu mikið, því að ef við getum 1%, 2%, 20% eða 10%, það skiptir ekki máli, ávinningurinn svo gríðarlegur. Og þess vegna segi ég sakna þess að í þessari vinnu sem við Artúr erum svo ánægði með að fá að taka þátt í, þó að litlu leyti sé, að Hvað má ég aðeins spyrja því að litlu leyti áttu við að þið hafið ekki alveg fullan tillögurétt og ekki atkvæðarétt eða megið þið bara hlusta á hérna? Við höfum umsagnarrétt og við höfum fengið fundi með þessum sérfræðingahópum en ég verð að segja að mér finnst töluvert slagsíða á við erum til dæmis komni núna í það sem kallað er hálfleikur í þessu samtali sem það ná sér stað, það er búið að birta hennan fína bækling, við skulum segja hans í fín og hérna þar tillögum skipt í tvennt, annars vegar til umræðu og hins vegar til úrvinnslu og ég get ekki og broadcasts ekkur að fara þangað Já, það er nú ekki tilgreint allavega en það sem ég segi akkur er það ekki skýrt í þessari vinnu að segja sem svo svarta skýrslan kom út fyrir 40 árum eða 76 Já, 75 Það er að verða 50 ár síðan svarta skýrslan, ég er búin að vera í sjávarútvegi síðan 1990 og hérna þetta hangir alltaf yfir okkur eins og þetta sé bara nóaflóðið eða eitthvað slíkt en akkur er í þessari vinnu ekki þessi svarta skýrsla tekin og lögð á borðu og sögð 50 ár og það er ekkert gengið hjá okkur, við höfum engum árangri náð, akkur er þetta ekki lagt í grundvallar í þessari vinnu akkur er það lagt í grundvallar í þessari vinnu einhver fullyrðing það að fiskveiðistjórnunar kerfið í núverandi mynd hafi leitt af sér hagsæld og framfarir í hérna meðal íslenskra þjóðar byggt á sjávarútvegsstefnunni ég held að þarna liggi hérna hundurinn grafinn að það vantar þessar rannsóknar spurningar inn í þessa vinnu Artúr, má ég spyrja þig að því fyrir þann sem ekki þekki til hvað kostar okkur að hafa kvótakerfið? Ég hef ekki bara stærðfræðiþekkingu til þess að reikna það út en það kostar okkur alveg heilan djöfuldum en Arnar kemur einmitt inn á þetta sem að mér finnst vera mjög áríðandi að nefna í sambandi við þetta nefndastarf það er hvað er lagt til grundvallar í þessu og hvert er þið raunverulega markmið hið raunverulega markmið að ná sátt eða á þetta að vera bara svona einhvers konar sirkus í kringum orðagjálfur og ég hef miklar ágjör á því að þetta endi bara í svona reyksprengjum og hægt að benda á einhverja hluti sem hafa verið gerðir á borð við það að færa strandveiðikerfið aftur til verri tíma kvóta setja grásleppu veðar og það er nú fjallgáfulegt og einhver leiktjöld það að nú eigi að fara að rafvæða smábáta sem er í fyrsta lagi bara órunheft miðað við núverandi teknisti en þetta er komið á blað og þetta lítur fallega út
Ég hef virkilega áhyggjur af því að þetta endi í einhverju svona. Það verði grænþvottur og bleikþvottur, Já, það verði svona þetta kvenfrelsismál sett inn. Já, þetta verði síður en svo til sátt. Ég held að, eins og ég segi, ég nefndi hérna áðan skoðanakönnuna sem er lofað að gera og ég býð eftir henni. Já, má ég eiginlega ekki það fyrir þér? Þegar að var gerð skýrsla hér nefnd sem var að starfa endurskoðun á íslenska fjármálakerfinu sem var hrundið nú í fangi á þjóðinni og var mikil þörf á, það var nefnd sem að starfaði hér. Hún spurði þjóðina til dæmis það hvort að hún væri hlynnt eða andvið því að bankarnir sem að þá voru 2 í eigu ríkisins, Landsbanki og Íslandsbanki eru seldir. 70% almenning sagði nei, við viljum ekki selja bankana. Já, þú veist alltaf í hvers skipt sem ég kem til þá eyðilegur eitthvað fyrir mér og hætta að mæta það er ekki alltaf þannig að nefndin hlusti á almenning sko. Nei, en sko ég líti þess að þá líðum kannski mér betur að ég er ekki að tala eitthvað út í lofti. Nei. Og þá kem ég að því það eru marga kannanir sem að sýna það að stór meiri hluti almennings er á móti kvótakjörinu og við gerum ráð fyrir því að almenningur þekki kvótakjörið, þekkir afleiðinga þess, þetta sé byggt á einhver reynslu, ekki einhverju tiktúrum. Og nú erum við að tala svona nefndastarf sem að mörguleiti virðist vera eitthvað svona að pakka inn kvótakerfinu og kynna það þjóðinni sem sátt og lengra verði ekki farið og hér þið verðið að setja ykkur við þetta. Og þessu 70% sem er ósátt við kvótakerfið. Þá langar mér að spyrja því að hérna förum á yfirborðið inn í samfélagið. Hvernig stendur á því að sjávarútvegsstefnan á Íslandi er gegn vilja mikils meirihluta þjóðarinnar? Og hvernig stendur á því að þið sem að eru meira og minna að tala skoðanir sem eru ríkjandi í samfélaginu eru með takmarkaða aðild að nefndinni? Það hefur ekki verið talað við þig í Ríkisútvarpinu síðan 2004. Þú dast út á þingi. Hvernig stendur á því? Er það vegna þess að andstæðingar kvótakerfisins eru sundraður hópur sem ekki við náða að saminast? Eða er hinir sem hafa peningana á völdin bara svona ógnarsterkir? Ég held að, sko, ef ég á að fabulera aðeins þetta, þá held ég að þetta sé, sko, skýrist að hluta til út af því að það er mikið af fólki á móti kvótakerfinu, en það er ekki nógu ákveðið í því að sýna andstöðu til dæmis í kosningum. Því að hér bara er kosið aftur og aftur og það breytist lítið. Ég hef sagt að sko eina vonin til þess að verða einhverjar alvöru breytingar í þessu, það er að það gerist með nýjum kynslóðum í pólitíkinni, yngra fólki og ég held að það gæti verið einhver sannleiksvottur í þessu hjá mér. Allavega vona ég það að ég getur nú hallað höfði mínu og snúið upp tánum með þá voni í brjósti að unga fólki það sjá í gegnum þessa steypu. Ég lofa því að skemma þetta ekki fyrir þér. Já, ef þú gerir það þá gengi hérna út. En sko, aðal ástæðan fyrir því að þessi fáu ráða, það er að peningarnir tala. Það er bara stóra svarið við þessari spurningu. Svo er þessi vitleysa eins og Einar Guðfinnsson var kosinn inn á þing og setti út frjálslyndarflokkin vegna þess að hann lofaði því að breyta kerfinu. Hann gerur að sjávarútvegsráðherra og fór alveg öfuga leið. Svo er önnur hlið á þessum málum sem er svona huggulegheit, sko, það er að segja að geta veitt svona sér til gamans og skemmtunar að síldarbál eða trillukallar á Snæfellsnesi sem eiga ekki fiska síld í beitu en úti fyrir eru kannski 3-4 dallar sem eru að hafa upp 1000 tonn hver en þeir með ekki sem fá í beitu þeir mátt ekki fara inn í Kolgrafafjörð á sínum tíma fyrir nokkrum árum kom ég á Raufarhöfn og ég að skoða Ormansá og talaði við Ragnar hann er trillukall þetta fyrir norðan og hann sagði mér það að þorskurinn væri fullur af síld og það væri mikið af síld fyrir Norðurlandi glóðari á síld og vaðandi síld og allt þetta það var engin á síld ef það hefði verið allt eðlilegt þá hefði þetta bara verið síldarsömmar það var það mikið af síld það mátti engin við, það hafði engin kvóta og haldið þetta sé ekki mikið, menn veit ekkert hvað síldastofnun er stór Það er náttúrulega miklu skemmtilegra dæmi til að svona síldarmála þegar Kolgrafafjörðurinn kjaft fylltist af síld og það mátti engin veiða þetta það voru einhverju örfóðu kallar sem sluppu inn í gátt og veitt eitthvað smóðis í staðin fyrir að það er bara gert í því
að veiða þetta eins og mögulegt verður, þetta drafst allt saman að inni. Já, var til óþurftar. En ef ég má stinga inn í þetta með akkur við erum eins og við erum, að þá minni mig að ein skilgreiningin á bananalýðveldi sé ákveðin svona doði meðal hópsins sem ræðir, hvort sem það þjóð eða ríki eða bæða ánáttúrulega við okkur. Og það held ég að sé akkurat það sem við erum að glíma við. Við vitum hvað við höfum, við vitum að það að mörgu leyti mjög gott, en við fáumst ekki til að trúa því að við gætum gert eins og þú varst að líka að áðan 5% betur, 10% betur eða jafnvel 20-30% betur heldur en við erum að gera í dag. Og þá væru kannski hin ýmsu viðfangsefni sem okkur þykir óyfirstíganleg í svona þessari daglegu umræðu okkar, þá væru þau hjómeitt í þessu samhengi. Gott við að Íslendingar horfi bara of mikið upp á svona spillingu, hvernig sérhagsmunir ráða för, að þeir séu hættir að svona gera ráð fyrir það að þetta breyta því. Sjórnir samdöina, við séum samdöinakerfinu. Já, fólk nennir ekki að hlusta á þetta, fólk bara daufum eyrum heyrir stærstu fyrirtæki í landinu, fulltrúar stærstu auðhringjana tala fyrir aukinni samþjöppun til þess að geta verið samkeppnisfærir á heimsvísu og svo fram eftir göttunum. Og þetta alveg með stórkostlegum merkilegheitum allt saman, eins það að stærstu útgerðar hringir landsins þurfa að fá afslátt á fiskverði í samkeppni við minnstu aðilinn á markaðnum. Það algjörlega stórkostlega undarleg staðreynd. Og þess vegna styrkur til hinn stóra. Já, þess vegna segi ég, þetta ákveðin doði í eyrum okkar sem byggir á því að við höfum það gott, en við gætum haft það svo mikið betur ef við myndum fara í ákveðið uppbrot á kerfinu, horfa til þeirra vita sem markaðar hafa verið. Sigurður? Ég hef oft hugsað þetta, hvað þetta getur gengið langt, þessi vitleysa sko. Af því þetta alveg, þetta stenst enga skoðun með neinu tægi sko. Skónendir úr Sovjet, þannig að við getum, það dæmi í sögunni það sem gengið rosalega langt. En samt eru dæmi hérna á Íslandi, þau eru svo ýkt og ég var að hugsa það, einhvern tímann var ég á einhverju kosningafundi í framboði fyrir minn flokk og nefndi það meðal annars að menn ættu nú að fá frelsi hérna til að veiða og frambjóðandi sem var á móti mér barðist á hæl og hnakka, ég var bara skrifstofamaður. Bara í ágættu starfi og hafði ekkert svona mikið út úr því að fá að veiða. Ég sá bara að þetta var eitthvað sem að blasti við að leyfa mönnum að gera þetta og vera ekki með óþarfa höft og leiðindi. Nema að sá sem að barðist á hæl og hnakka gegn því að fá að veiða. Hann átti fiskvill lús og gott ef ekki bát og barðist með sínu sjálfstæðiflokk fyrir kerfinu sem bataði við bryggju. Ég meina, hvað á maður að segja? En auðvitað kannski sumir sem hafa gefið sig út fyrir breytingar. Ég meina það hérna kom kjölfar hrunsins öflug ríkisstjórn sem hafi lofað miklu breytingum og fólk fær það síðan í hausinn að það verður enga breytingar. Síðan sjáum við að það flokkur sem að býður sig fram að breyta kerfinu meðal annars með að auka á strandveiðar og svo birtast hér tillögur á ábyrgð viðkomandi í starfi sem að hún setur að stað og hennar ráðuneytisstjóri ber ábyrgð á sem að gangi þver og átt. Þannig að við erum svolítið að eiga við óheiðarlega stjórnmálamenn sem að einhvern veginn annarkvort þeir hafa ekki sjálfstraust í að fara á móti þessum öflum, finnst þá kannski þægilegra að stíga á litlamannin eða finnst það kannski einhverju leyti fínt að vera innan þessa fáu stóru og hérna trakka þá á litlamanninum. Ég bara skil þetta ekki alveg en ég samt ég svona mjög bjartsýnn á að það verði breytingar að vegna þess að þetta svo galið, þetta getur ekkert gengið svona áfram og ef mann horfa bara og ég held að það sé gott að þess að nota þessi bráðabirgðadrög, hvert eru að stefna? Eru að stefna hérna í 3 eða 4 fyrirtæki, það ekki mikið meira vegna þess að það eru svo mikil innbyrðis kaup og búið að spenna upp allt verð að það verður þá að vera einhver enn starri sem að býr til eitthvað meira bull í kringum þetta og ætlum við þá að stíga ofan á allan lággróðurinn. Það það sem við erum að horfa á hér og ég held að þetta sé svo ýktmynd að svona venjulegt fólk fari nú aðeins að hugsa sig gang og sjáu það að Artur Bóðason og hann ógnar ekki hérna fiskimiðunum þó svo hann gæfi öllum þessum nokkur hundru bátum bara fullt frelsi sko.
Herðu, við skulum enda hérna. Þakka ekki kærlega fyrir að koma við rauðaborðið og ræða þessi mikilvæga mál og við munum halda því áfram. Sigurjón, Jón, Arnar og Artúr.